Almannavarnir og Veðurstofa Íslands verða með aukinn viðbúnað áramótin vegna mögulegs eldgoss á Reykjanesskaga. Víðir Reynisson yfirlögregluþjónn segir að allir séu í viðbragðsstöðu vegna ástandsins. Rússar skutu flugskeytum og drónum á borgina Kharkiv í morgun til að hefna fyrir árás Úkraínumanna í gær þar sem minnst 24 létu lífið. Forysta ríkisstjórnarinnar segir að miklu máli skipti að ná samkomulagi á vinnumarkaði í byrjun nýs árs. Ríkisráð kom saman til fundar á Bessastöðum í morgun. Stærsti dagurinn í flugeldasölu björgunarsveitanna í dag og upplýsingafulltrúi Landsbjargar segir að salan hafi verið góð. Hann minni fólk á að gæta fyllsta öryggis við meðhöndlun skotelda og setja hlífðarglerugum. Góðan dag. Allir eru á tánum vegna ástandsins á Reykjanesskaga, segir Víðir Reynisson yfirlögregluþjónn hjá ríkislögreglustjóra. 2 lögreglubílar verða mannaðir í Grindavík í nótt og slökkvilismenn verða á bakvakt. Fram kemur í tilkynningu lögreglustjórans á Suðurnesjum að Grindvíkingum sé heimilt að fara og dvelja heima hjá sér þar til breytingar á hættumati gefa tilefni til annars. Fylgst verður með því hverjir fara inn og út úr bænum. Það er þannig að það verður allir skráðir, allir sem að fara inn og verða í Grindavík í nótt og við viljum hafa nákvæmt yfirlit hverjir verða í bænum ef að til rýmingar kemi. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum segir í færslu á Facebook að auknar líkur séu taldar á eldgosi norðan við Grindavík og samkvæmt núgildandi hættumatskorti sé töluverð hætta á jarðskjálftum, sprungum, sprunguhreyfingum, hraunflæði og gosmengun. Það verða 2 lögreglubílar í Grindavík og síðan eru slökkviliðsmenn á bakvakt og síðan erum við með öryggisverði á þessum lokunarpóstum. Það er viðbúnaðurinn í Grindavík en síðan er auðvitað vakt í öllu kerfinu til þess að fylgjast með. Veðurstofan með aukinn viðbúnað og við erum aukinn viðbúnað hér og þannig er þetta bara allt kerfið. Það er allir komnir á tærnar. Löng viðvera björgunarsveitamanna á Reykjanesskaga hefur reynt mjög á vilja og getu þeirra til að mæta til starfa. Erfitt var að fá fólk í gæslu þegar líða fór að jólum. Björgunarsveitarnar eru bara alltaf tilbúnir að koma að hjálpa okkur og það er alveg sama hvaða tími árs það er og það er engin undantekning núna. Við erum í þéttu samstarfi við og það er allir tilbúnir þar ef eitthvað gerist. Samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofu Íslands í morgun mælist enn landris á svæðinu. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum ræður íbúum frá því að dvelja í bænum en bannar ekki dvöl. Fyrirhuguð málsókn var í undirbúningi á aðventunni þar sem átti að láta reyna á bann við að Grindvíkingar dveldu í húsum sínum. Ég held að lögin sé nokkuð skýr með þetta, að það sé heimilt að flytja svona heilt þorp í burtu. Það er nokkuð skýrt ákvæði í almannalögunum það, en það er ekki reynt á þetta fyrir dómstólum. Ekkert hlé er á mannskæðum átökum í heiminum. Að minnsta kosti 150 liggja í valnum á Gaza eftir árásir síðasta sólarhring. Rússar stóðu við hótun sína að hefna fyrir árás Úkraínumanna helgina og skutu flugskeytum að borginni Kharkiv handan landamæranna. Slökkviliðsmenn og björgunarsveitir börðust við að slökkva elda eftir loftárásir næturinnar í Kharkiv. Að minnsta kosti 6 drónar lentu á 1000 fermetra svæði í miðborginni. Engar fréttir hafa borist af mannfalli. Yfirvöld í Belgorod segja 24 látna eftir árásir Úkraínumanna á borgina í gær, rúmlega 100 særðust. Borgarstjórinn í Kiev greindi frá því í morgun að 2 til viðbótar hafi fundist látnir í rústum vöruhús eftir árásir Rússa helgina. 41 er látin, þar af 18 í höfuðborginni. Í kirkjugarði í Verkhovnia syrgir fólk ástvin sína sem fallið hafa í stríðinu í Ukraínu. Я вже бачу своїх дітей, хоча йому лише 2 роки, але я бачу, що в ньому є той дух. І прошу Бога, щоб коли моя дитина виросте, щоб він пішов воювати. Прошу Бога, аби наші діточки вже жили на мирній землі, за яку наш хресний поклав свою голову. Það ríkir einnig mikil sorg á Gaza. Margir sem fluttir voru særðir á Al-Aqsa sjúkrahúsið hafa verið bornir þaðan út í líkpokum. Vonum frið er ekki sjónmáli og fólk reynir að halda lífi með því að reyna að finna stað þar sem það er ekki skotlínu Ísraelsmanna. 100.000 er á flótta,
Syðst á Gazaströndin borgin Rafah troðfull af fólki. وضع مأساوي لا الواحد عارف يعبي مي حلوة ولا عارفين ناكل ولا الصغار بيصحوا من الصبح على الأكل بعيطوا على بدون مية يشربوا بنلفلف بنقعد ساعة وإحنا نلفلف قبل ما نعبي لهم مي لا عارفين نجيب لهم طحين ولا عارفين نجيب لهم حتى الله يعزكم لما بدنا نوديهم على دورة الحمام نقعد ساعة وإحنا بنمشي حياة مأساوية كل العالم إجتانا على رفح مش عارفين ندبر حالنا. Samkvæmt heilbrigðisyfirvöldum á Gaza var tæplega 22.000 verið drepin á rúmlega 70 dögum, svipaður fjöldi og býr í Reykjanesbæ. Þúsundir hafa örkumlast. Blóðrauð sólin á kvöldhimninum yfir Gaza kannski tákran fyrir stöðuna á átakasvæðum heims þessi áramót. Utanríkisráðherra segir að árið 2023 hafi verið töluvert umbrot á átakaár. Ráðherrar voru sammála að komandi ár yrði betra en það sem nú senn á enda. Ríkisstjórnin hittist að venja á ríkisráðsfundi á Bessastöðum í morgun. Ég tilheyri þeim hluta þjóðarinnar, þeim meirihluta þjóðarinnar sem held að komandi ár verði betra en þetta sem nú á enda. Ég held að séu góð teikn á lofti hvað varðar svona fyrstu skref við undirbúning kjarasamninga. Ég vona auðvitað að nýtt ár fær okkur líka frið í heiminum. Því þetta ár sem senn enda hefur svo sannarlega ekki verið gott upp á það. Já, þetta var töluvert svona eins og ég segi umbrota og jafnvel átaka ár en það eru mörg jákvæð teikn á lofti fyrir næsta ár. Verðbólgan tekin að lækka til dæmis og það er ágætis tónn í þeim viðræðum sem að munu leiða okkur inn í kjaralótuna sem framöndan. Stóru málin framöndan? Stærstu málin eru þetta efnahagsmál og verðandi kjarasamningar og mál sem tengjast þeim. Það er alveg klart og svo glíman við náttúruna og allar góðar vonir til handa Grindvíkingum og þeim. Stóra verkefni verða kjarasamningar núna í upphafi ársins og það skiptir mestu fyrir barnafjölskyldur að vel takist til þar. Það hefur gengið á ýmsu í þessu ríkisstjórnarsamstarfi. Hvernig sérðu stjórnarsamstarf fyrir þér á nýju ári? Jú, það var alveg við því að búast. Við, eins og ég hef svo oft sagt, við erum að setja mikið met í þessari ríkisstjórn með 3 flokka samstarfi þetta langan tíma. Það hefur alltaf legið fyrir að það er krefjandi og myndi kalla málamillanir og það verður það bara áfram. Það var nú eitt af því sem ég vissi að myndi verða erfitt á þessu árið 2023 í þeim aðstæðum sem við erum. Þannig að ég er vongóður 2024. Auðvitað myndi ég vilja sjá stöðu ríkisstjórnarinnar betri og minna hreyfingar. Ég held að þar spili margt saman, auðvitað bæði erfiðir tímar í efnahagsmálum sem hafa áhrif, en ekki síður auðvitað þurfum við í Vinstri grænum að líta í eigin barm með það hvernig við getum miðlað okkar boðskap og okkar árangri betur. Það er strengja áramótaheit? Nei, ég hef nú alltaf strengt þessi sömu heit, það er að reyna að draga úr línulegum þyngdarvexti en það gengur alltaf hálf illa og ef þú skoðar þessi viðtöls aftur í tíman þá sést það mjög vel. Að allt öðrum. Flugeldasala stendur sem hæst víða land og í björgunarmiðstöðinni í Vesturbæ Reykjavíkur Erla María Davíðsdóttir fréttamaður. Erla, ég gerir ráð fyrir að sé margt manninu þarna núna. Já, Bogi, það hefur verið talsverður erill hér í gróðubúð í Grandagarði. Flugveldarnir bókstaflega fljúga út úr húsinu. En hjá mér er hann Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar. Jón Þór, hvernig hefur salan gengið? Það er eiginlega ekki hægt að segja hann heldur hún hafi gengið bara frábærlega og það stefnir í afar tilkomumikla flugveldasýningu í haust þar sem landsmenn ætla að kveðja árið 2023 með stæl. Og hvað eru landsmenn svona að kaupa? Hvað er vinsalast? Það er allur gangur af því, alveg frá bara nokkuð stjörnuljósum og blísum og upp í stærstu kökur en svona heilt yfir þá er fólk að kaupa sér ákveðna skemmtun og það stefnir í góða sýningu í kvöld. Veðrið ætlar að vera okkar hagstætt víðast hvar. Það verður bjart og við sjáum vel til sýningarnar en það verður líka svona hagstæður vindur sem að hreyfir aðeins til ríkið sem að kemur frá þessu þannig að þetta ætti að vera mjög gott kvöld. Það er útlit fyrir þá skotgleði hjá landsmönnum í kvöld og í kringum flugvelda þarf náttúrulega að gæta fyllsta öryggis, ekki satt? Það er alveg rétt og kannski það fyrsta sem að við leggjum áherslu á að allir séu með gleru. Þið fáið hjá okkur öryggisgleru bæði fyrir börn og fullorðna. Og fyrir þá sem eru kannski viðkvæmir fyrir hávaðanum og sérstaklega yngstu börnin er hægt að fá þessi fínu heyrnarskjól en bara fyrir það fyrsta að fara að öllu með gát. Nú hefur mætt mikið á björgunarsveitum síðustu misseri og flugveldasalinn hefur svona helsta tekjulindin. Þetta hlýtur að vera gríðarlega mikilvægt. Þetta er afar mikilvægt og sem allar okkar fjáraflanir en þessi er svona punkturinn yfir í lok árs og við finnum fyrir velvilja landsmanna og erum afar stolt af því
og okkur þykir vænt það. Og það svona rusl náttúrulega sem safnast saman, þið eru náttúrulega með ykkur upplýsingar það ekki inn á heimasíðunni ykkar varðandi það að fólk kannski að tína þessu upp eftir sig. Það eitt af því sem við höfum verið að vinna í gegnum árin, það að hjálpa viðskiptavinum okkar að klára málið og fara með sprungnaflugvelda á rétta stað. Á höfuðborgarsvæðinu búið að koma fyrir gámum á bæði hverfastöðum og grendastöðum og mjög víða land allt sérstakir gámar fyrir sprungnaflugvelda og við bara hvetjum fólk til þess að nota það. Takk fyrir það, Jón Þór. En eins og áður kom fram og það er opið hérna í Gróubúð í Grandagarði og það er opið hérna til 4 í dag, en við kveðjum að sinni. Takk fyrir það, Erla María. Og áramótabrennur verða einnig víða land í dag. Einhverjar verða síðdegis en flestar hefjast á 9. tímanum í kvöld. Björgunarfélag Hornafjarðar hefur þó ákveðið að fresta áramótabrennu og flugeldasýningu þangað til klukkan 8 á nýárskvöld þar sem spáð er hvassviðri á Suðausturlandi í kvöld og fram á nótt. 10 brennur verða í Reykjavík og Gunnhildur Kjærúlf Birgisdóttir fréttamaður er við bálkostinn á Ægisíðu. Gunnhildur, hvenær á kveikja í þarna? Já, hér verður tendrað bál klukkan 8:30 í kvöld, þannig að við virðum þennan myndarlega bálköst bara fyrir okkur svona spakan núna, en hjá mér er hann Hjalti Guðmundsson, hann getur sagt okkur svolítið meira áramótabrennurnar. Hjalti, hvað verður fírað upp í mörgum bálköstum á landinu í dag? Mér skilst að það séu rúmlega 50 sem verða fírað upp í kvöld, svona á 9. tímanum. Og upplýsingar þær eru hægt að fá þá hjá bara viðkomandi sveitafélagi. Þetta eru mjög mörg sveitafélag sem eru með svona viðburð. Brennurnar eru nú svona misstórar. Hvar eru þær stærstu á höfuðborgarsvæðinu? Þær verða líkast til á Gufunesi og svo verður það líkast til hérna í Skerjafirðinum sem hérna verða svona stærstu brennurnar. En allavega á Gufunesi verður stærst. Hvað þarf fólk svona helst að hafa í huga þegar farið er á áramótabrennur? Eru svona einhver sérstök öryggisatriði? Já, það náttúrulega bara fara varlega fyrst og fremst, ekki fara of nálægt bálkestinum og alls ekki skjóta flugeldum upp og fara og sýna þessu bara virðingu og aðgátt. Má vera með dýr, er fólk eitthvað að koma með hunda, er það bannað, eitthvað slíkt? Nei, en það er nokkið æskilegt að vera mikið með dýr á svona stað, sérstaklega í svona miklu margmenni og við svona eld, en hérna og svo flugeldarnir náttúrulega geta líka truflað þig, þannig að það er svo sem ekkert mælt með því. Hvernig er svo spáin fyrir brennur á höfuðborgarsvæðinu í kvöld? Spáin er frábær. Það er hæglætis veður, það er háskýjað, það verður ekki stjörnubjart, en það mun sjást vel til flugelda og brenna. Þannig að það er kannski líka verðt að taka það fram að undir svoleiðis kringumstæðum getur verið að það verði svolítið mengun á flugeldum, þannig að fólk sem er viðkvæmt fyrir slíku að fara varlega. Annars verður bara frábært veður og frábærar aðstæður í kvöld fyrir þennan viðburð. Frábærar aðstæður í kvöld, kæra þakkir fyrir þetta, Hjalti. Það má þó reikna með blúsandi fjöri hér í kvöld eins og víða annar staðar landið. Við kveðjum héðan af Ægisíðunni. Takk fyrir það, Gunnhildur. Og við ætlum að fara til útlanda því að nýtt ár er gengið í garð í Eyjaálfu. Fyrstir til að fagna nýja ári voru íbúar Kiribati, eyríkis í Kyrrahafi nálægt miðbaug. Þúsundir söfnuðust saman við Skæturnin í Auckland á Nýja-Sjálandi, fyrstu stórborg heimsins sem fagna nýja ári. Það var klukkan 11 á íslenskum tíma fyrir rúmum 2 tímum. Þrátt fyrir slæma veðurspá þarna flykktust flugeldaþyrstir áhorfendur niður á höfn til að skoða ljósatýrðina. Undirbúningur var langur, hálft ár. Nýtt ár gekk í garð í Sydney í Ástralíu núna klukkan 1 og þar beið fólki í röðum eftir að sjá eina glæsilegustu flugeldasýningu sem er í boði þessi áramót. 8 tonnum af flugeldum verður skotið á loft eða er verið að skjóta á loft frá Hafnarbrúnni og Óperuhúsinu í Sydney. Og hér heima tóku rúmlega 1500 manns þátt í gamlárshlaupi ÍR í dag. Flestir tóku þátt í 10 km hlaupi en einnig var boðið upp á 3 km skemmtihlaup. Hlaupið hófst við Hörpu í miðborg Reykjavíkur klukkan 12 og það var hlaupið meðfram Sæbraut að Sundahöfn og tilbaka. Hlauparar voru hvattir til að mæta í skrautlegum búningum og voru veitt sérstök verðlaun fyrir þá frumlegustu. Kári Steinn Karlsson kom fyrstur í mark karla, fór 10 km á 33 mínútum og 5 sekúndum. Halldóra Huld Ingvarsdóttir var fyrst kvenna á 36 mínútum og 52 sekúndum.
Og svona í lokin að þá ætlum við að fara til útlanda því að franskir gæsabændur hafa margir sagt skilið við aldagamlar aðferðir við framleiðslu á gæsalifrarkæfu foie gras. Sumir hafa tekið upp aðferðir sem að eiga að koma í veg fyrir að dýrin kveljist. Consomme surtout pendant les fêtes et puis à l'apéro, non, c'est toujours agréable. Non, c'est terminé. Pourquoi? Parce que c'est de la torture pour les animaux. Même si je sais que éthiquement parlant, c'est quand même pas le mieux, mais c'est difficile de s'en passer quand même. Foie gras freisting sem mörgum þykir erfitt að standast, þrátt fyrir að grottalega framleiðslu aðferðirnar séu vel þekktar. Öldum saman hefur þessi gæsalifrakæfa verið framleidd með því að tróða korni í gæsir og fita þær of. Það þó ekki gert á þessum franska bæ. Hér borða gæsirnar í hófi. Þetta rúsínubrauð, nær algjörlega fitusnautt. J'avais envie d'offrir peut-être autre chose à mes oies, tout simplement. En fait, moi personnellement, je gave pas et je compte pas gaver. Je suis sûre qu'on peut y arriver autrement. Lögum samkvæmt verður foie gras að vera framleitt með gömlu aðferðinni, annars má það ekki heita foie gras. Baráttan fyrir kvalarlausri afurð því bæði vísindaleg og lagaleg. Aujourd'hui, on a déjà plein d'autres produits, faux foie gras et ainsi de suite qui viennent. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut rentrer dans le cadre réglementaire en place avec une méthode un tout petit peu différente, c'est tout. Og vísindunum fleygir fram. Á þessari rannsóknarstofu verið að rækta bakteríur sem hjálpa við framleiðsluna. On a des listes de bactéries qui, quand elles sont administrées à un oiseau à la naissance avec un petit biberon, ce sont des bactéries naturelles, sont capables de réduire la volonté qu'a une oie à l'âge adulte d'aller picorer de manière abondante, de s'auto-gaver, si vous voulez. Et voilà. Voilà, afurð sem sæmir sér vel við hlið franskra osta og truflusveppa. Voilà. Úr umfjöllunum franskan mat í íslenskt veður. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur spáir norðaustan átt á landinu víðast 5 til 13 metrum á sekúndu en að 18 suðaustanland skýjað með köflum en dálítil él norðaustan og austan til frost 1 til 11 stig. Áramótaveðrið lítur misvel út eftir landshlutum. Á austanverðu landinu verður norðaustan strekkingur og allhvass vindur með slyddu eða rigningu og snjó komu inn til landsins. Þess vegna allavega hotverðingar að fresta áramótabrennunni. Það verður heldur hægari vindur í öðrum landshlutum og að mestu bjart. Hrafn segir að veðrið verði best við Faxaflóa sem vindur verði hægur fram eftir nóttu. Þetta var komið fram áður í fréttatímanum. En Hrafn ætlar að fara nánar yfir þetta að loknum fréttum. Og við ætlum að fara yfir helstu atriði fréttanna núna í dag. Almannavarnir og Veðurstofa Íslands verða með aukinn viðbúnað áramótin vegna mögulegs eldgoss á Reykjanesskaga. Víðir Reynisson yfirlögregluþjónn segir allir séu í viðbragðsstöðu vegna ástandsins. Rússar skutu flugskeytum og drónum á borgina Kharkiv í morgun til þess að hefna fyrir árás Úkraínumanna í gær, þar sem minnst 24 létu lífið. Forysta ríkisstjórnarinnar segir miklu máli skipta að samkomulag náist á vinnumarkaði í byrjun nýs árs. Ríkisráð kom saman til fundar á Bessastöðum í morgun. Stærsti dagurinn í flugeldasölu björgunarsveitanna í dag og upplýsingafulltrúi Landsbjargar segir að salan hafi verið góð. Hann minnir fólk á að gæta fyllsta öryggis við meðhöndlun skotelda og setja upp hlífðargleraugu. Síðasti fréttatími okkar á þessu ári verður klukkan 4 í útvarpinu. Við verðum hérna í sjónvarpinu næst á ferðinni á morgun klukkan 7 og hér lýkur þessum síðasta sjónvarpsfréttatíma ársins. Verðið sæl og gleðilegt ár. Sér hver draumur lifir aðeins eina nótt, sér hver aldarísinn hnígur jafnan skjótt, hverju orði fylgir þögn og þögnin verður allt of fljótt. Á RÚV í kvöld, Krakkafréttaannál. Árið 2023 var stórfurðulegt, lærdómsríkt, fyndið og dramatískt. Ávarp forsætisráðherra, Katrín Jakobsdóttir ávarpar þjóðina. Íþróttaannál. Íþróttafréttamenn RÚV fara yfir það sem bar hæst á íþróttaárinu 2023. Fréttaannál. Fréttastofa RÚV rifjar upp helstu fréttir ársins sem að líða af innlendum og erlendum vettvangi. Góðir landsmenn, gleðilegt nýtt ár og takk fyrir það gamla. Áramótaskaup